Sælveriði, ég var hér, flugismiðinni. Áður við förum aðeins í efnið, þá langaði mig að minnast á tvennt við ykkur sem þið þurfum að hafa líka í setupinu. Það er ljós, kannski ekki eins og loftljósi, en þau virka líka, en allavega góðan lampa til að hnýta við, sem þið hafið þá yfir væsnum eða til hliðar við hann. Og svo hitt atriði það er að setja í almennilegum stól, ekki of hörðum og ekki of mjúkum, einhverju sem styður vel við bakið okkur eða að hnýta mikið, vegna þess að þú getur orðið stífur og maður er að beita sér öðruvísi og slíkt, en maður finnur bara út úr því. Það er lélegur stóll muni þreyti ykkur á endana og fara illa með bakið okkur. En vindum okkur í efnið. Það sem ég langar að sýna ykkur í efninu er bara svona skáskurður af því sem að ég er með og nota. Ég nota til dæmis eins og hérna árarugatn og alls konar gatn. Þetta er bara í einum bunka hérna, tekið upp póka og þetta er bara brotaðið sem ég er með. Árarugatn er þægilegt í svo margt af því það er 6 þætt og hægt að taka því sundur og það er hægt að taka á árarugatninu. Það er sterkt, mjög fínt í alls konar flugur, Frances og Taylor og alls konar flugur sem búkefni. Við erum að nota kúluhausa, svo erum við með hár, ég ætla nú ekki að fara að sýna ykkur öll hárin sem ég er með, en við erum með íkorna sem dæmi, við erum með bucktail eða hjartarhala hár, við erum með kálf, alls konar litum, flott í heimasætinu þessi litir og fleira og fleira. Því næst erum við með fjaðrir og mér langar að byrja á því sem er í mestu uppáhaldi mér í fjörunum, það er marabúinn. Marabúinn er notaður í straumflugur og marabúinn er ekkert svakalega yfirleitt ekkert svakalega dýra fjaðrir, þannig að ég mæli með að menn tryggir sér allavega svartan, hvítan og kannski guðulegan lita marabú. Það er gott til að byrja með. Byrja með svona, það er að segja, liti sem að nýtast í svona helstu flugurnar, Black Ghost og eitthvað slíkt, Nobler. Það þurfur ekki að kaupa alla litarauðina strax, heldur ólíf marabú er mjög gott og mjög sterkt að eiga, svart marabú, appelsínugult, hvít og þá ertu góður fyrir sumarið. Þú nýtir Nobler upp úr þessu. Fjaðrir, við erum með alls konar fjaðrir í þetta. Þetta er bara sýnishorn. Önnur fjöðurinn er þessi megin er fengin úr dýragarði í Þýskalandi. Félagi minn lét mig hafa það, en þessi hérna er keypt löglega út í búð í Vesturöst, ef ég man rétt, hjá Ingo félögum. Og þetta er fasani eða hringfasani, hún er reynda litur gul og það er hægt að fá fasanan í alls konar litum. Svo er hægt að nota vængfjaðrir af önd og gæs og alls konar fjaðrir. Ég hef ekki tíma til að fara yfir alla fjaðrirna sem ég er með. Aðeins meira fjöðrum. Það eru sem sé svona nakkar eins og þessi. Þetta er brúnn hani sem dæmi. Þetta nota ég í Frances, þetta nota ég í vöf á minni flugum, minni silungaflugum, votflugum sem dæmi. Og sama með þetta. Þetta er söðulega sadl. Þetta er fínt í Nobler og Volleybugger og svoleiðis flugur og svo er við með þetta í fleiri litum hérna. Og þið náttúrulega bara í staðinn fyrir að versla í blindni einhverja liti út í loftið, þá mæli ég með að þeir eru að byrja, það er að skoða í rauninni svona þessar helstu flugur sem menn er að nota, með Black Ghost, Nobler og votflugur og svo púpur, og versla dálítið út frá því hvað er notað í þessar púpur. Og ekki vera að stressa sig á því þó að það standi sem sé dökkrautt árarugatn í einhverja flugu, þetta rauða árarugatn mun bara alveg virka líka. Það verður ekki of skeptískir á að fara í blindni eftir uppskriftinni einni. Það er svona sem sé það sem ég hef reynt að temja mér. Að lokum þá notum við þetta er bara rétt stutt yfirferð yfir efnin sem við erum með. Þá erum við með svona flasabú. Þetta er notað í skott, vængi stundum, en skott eins og Nobler og þetta er mjög lifandi í vatninu, alveg eins og marabúinn. Og þetta fæst í flestum veiðibúðum hérna á Íslandi. Það er að segja þeim sem selja flughrindingaefni. Hér gefur að líta hluta af þeim keflum sem ég er með. Það er rosalega gott að vera með í svona boxi. Þá er order á þessu. Það er að segja einhvers konar skipulag. Við erum með vír og ávalt hérna í þessu. Bæði gull og silfur og brons. Grænan og rauðan vír. Og svo svona úni sjálflýsandi. Svo erum við með glóbrætt hérna í nokkurinn litum. Bleikan, appelsínugulan og grænan. Og svo erum við með
flat tinsel og einhverja svona stretch, held ég þetta heiti Uni-stretch og eitthvað fleira. Þetta bara til þess gert að halda í rauninni svona eitthvað svona kontról á hvar við erum með keflin, því að þau eiga til að frá flakk. Og við ætlum ekki að hafa þetta lengra sinni efnið, en ef það eitthvað sérstætt efni sem að þið vilja að þið taki fyrir og fjalli sérstaklega og hvernig unnið með, til dæmis eins og ufaflím og eitthvað svoleiðis, þá alveg sjálfsagt að henda í slíkt vídeo og það bara, við gerum það eins fljótt og við getum. Að lokum vil ég þakka ykkur fyrir frábæra viðtöku sem Rásin hefur fengið og biðja ykkur að læka og subscribe Rásina, gerast áskrifendur, því stærri sem Rásin verður, því meira getum við gert hérna og bætt við okkur og miðlað betri og meiri þekkingu áfram. Takk.